Þessi sýning var sett upp til þess að reyna kannski að draga fram stemningu, svo má segja, sem myndaðist í íslenskri myndlist og í rauninni allar íslensk listalíf á árunum 1960–1967 og sem að þá gerðist það að frá nýkynslóð og listafólki sem að finnst það sem undan hefur gengið ekki svara kalli tímans lengur og þeir að leita sér að nýjum vettvangi og nýjum leiðum, tjáningarleiðum og leitar víða eins og við sjáum á þessari sýningu. Flest verkin hér og öll verkin hér inni eru eftir mjög þekkta listamenn sem að hafa seinna orðið að lykilfólki í íslenskri myndlist. En á þessum tíma var þetta fólk eins og aðrir þessari kynslóð fyrst og fremst að leita fyrir sér, að reyna að prófa sig við allt mögulegt. Og þetta gerðist líka í tónlist og í leikhúsi eins og við höfum rætt á töndum hér síðustu vikum. Og í bókmyndunum, auðvitað gerist þetta ekki eins á öllum þessum sviðum, en það var nú samt sem áður einhvern veginn að hliðstæð þróun varð í þessum listgreinum og oft náttúrulega voru mikil samskipti á milli rithöfunda og leikhús augljóst eða tónlistamanna, myndlistamanna. Þannig að maður segja kannski að hugmyndirnar svona hafi blætt á milli greina líka. Nú í eina af mörgum viðtölum sem að gestir hér geta hlustað og horft á í tölvum þarna að þá segir Sigurður Guðmundsson þegar að tala þennan tíma að það sé merkilegt hver lítið hafi þurft til þess að kveikja hugmyndir. Hann lýsir því þegar einhver úr vinahópnum komst yfir þýskt tímarit og í var innlítið ljósmynd af Joseph Beuys, listamanninn þýska með blóðnásir og enginn vissi í rauninni hvað var að gerast í þessari mynd. Þess enginn bara út af hvað þetta gekk, gæti ekki lesið þýskunni þannig úr hópnum. En þetta einhvern veginn döður fundur, það var einhver lykt af þessu, þarna var eitthvað nýtt, eitthvað sem það væri hægt að vinna úr sína eigin nýju list, sína eigin nýju tjáningu. Hvernig, Dagný, getur þið sagt að hvenær voru íslensku ungskáld að finna þessa lykt? Þessa blóðlykt? Þessa blóðlykt, kannski. Það er svona aðdragandi, sko, það er eins og segir, sko, það fyrst þá kemur stríðið og það verður náttúrulega hvörf og skil við seinni heimsstyrjöldina. Og strax eftir hana þá koma atómskáldin fram, áður hafði módernismin komið vel í myndlistinni. Og myndlistamennir þeir tóku skellinn þegar við allir heyrtum það, hvernig ásóknirnar voru og sýninga úrkynjaðri list og allt þetta. Og ljóðskáldin sem komu svo, sem voru kölluð atómskáldin, tóku með sterkar stöðu með myndlistamennum. Og það náði að mörgu leyti finnst mér hápunkt í yndislegri bók sem að Björn Hjálmar Björnsson gaf út, sem að fáir þekkja finnst mér sem heitir Steinar og sterkir litir. Er eitthvað hérna sem mann eftir þeirri bók? Hún kom 60 og eitthvað? Já. Rétt upp henn sem að þekkja bókina. Þar skrifa ljóðskáld, módernísk ljóðskáld, skrifa móderníska myndlistamenn. Þannig að skáld skrifa myndlistamenn. Og það er svo fallegt vegna þess að þau eru, skáldin og myndlistamennir eru að draga í sömu áttina. Þau eru að vinna að sama verkefni sem að brjóta upp hefðbundna, raunsæja, eftirlíkjandi mynd af heiminum í orðum og myndlist. Og þetta er Steinn Steinur til að skrifa Svavar Gunnarsson og hann var Skúlason. Hann skrifaði Þorvald Skúlason. Var það Thor sem skrifaði Svavar eða hvað? Allavega, þessi bók ætti að vera til á hverju heimili, Steinar og sterkir litir.
En svo verða atómskáldin fyrir miklum áföllum og miklum árásum og þessar árásir á atómskáldin náðu að hámarki 52 og þá eru þær búin ef svo má ekki komast þar sem opinberlega hægt að ráðast á þau og það þýddi ekki að þau væru neitt að setjandi í hægum sessi, þau voru ennþá umdeild en samt sem áður það var hægt að ráðast á þau opinberlega. Svo þá erum við komin aftur til 1950, áratuginn og undan þeim sem þú ert að tala og þá getur maður sagt að byrja að draga til tíðinda í smásögum. Vegna þess að smásagan oft, ekki bara hér heima, heldur líka í Skandinavíu og víðar, verður smásagan eins og nokkuð svona tilrauna eldhús fyrir skáldsöguna. Menn sem eru að byrja að brjótast í raunsæinu, þeir gera það gjarnan í smásögum. Og þá förum við að fá svona formtilraunir í smásögunni. Hún ennþá að mestu leyti raunsæ, en maður getur séð hvernig höfundarnir byrjaðir að vera nýja veruleikasýn. Það verið að horfa meira á útgangsfólk og bóhema og uppreisna menn í gegninu borgarlega velsæmi í smásögunum. Og það verið að segja öðruvísi frá. Það segir þetta mjög skýrt í bestu sögum Ástu Sigurðardóttur. Og smásagnasafnið hennar kom ekki út fyrir en eftir 1961 en sögur hún búin að birtast yngað þangað áður. Og margar af þessum smásagnum þar sér maður að fólk höfundar byrjað að brjótast í raunsæinu ef svona dálítið koma, svona reyna að tegja á því. Án þess þó að kannski beinum það brjóta textan upp á þann hátt sem síðan það. En við sjáum ýmsar tilraunir og uppreisn í smásögunum. Og það þá, ég nefndi Ástu Sigurðardóttur, en það var líka Geir Kristjánsson sem skrifaði Kafka-legar smásögur eins og Stofnunina, þar sem hann að vinna svona formið á mörkum absúrdisma, brýtur ekki beinlínis upp formið en veruleikaskynið teygt og togað og við erum komin inn í einhvers konar textamartröð. Og svo það náttúrulega Thor Vilhjálmsson sem byrjar að gefa út sínar smá prósasögur, ferðarsögur þar sem að textin flýtur milli þess að vera smásaga eða ljóð eða eitthvað, en sem þekktu þetta ekki alveg og svolítið ruglaðir, mjög áhugavert. Það kemur sko kannski einmitt í smærri textum sem að verður svona formræna uppbrot. Það bara að renna saman prósa, ljóð, smásaga, ljóð á sömu leið. Í nágrannaþjóðum eins og í Svíþjóð þá voru menn líka að reyna að byrja að lemja svolítið á svona eftirlíkjandi raunsæi með því að fara bara beinleis út í vísindaskálds og Svíar voru svolítið að gera það að fara til vísindaskálds og önnur svona aðra bókmenntagreinar en skáldsögur og svona hefðbundnar skáldsögur. En það var nú helst Kristján Guðmundsson sem gerði það hér og hann verður nú seint sakað formbyltingastöðu. En svo kemur þessi nýja kynslóð sem kemur fram, nefnt til dæmis ljóðskáld eins og Dag Sigurðarson og Nína Björk byrjum sína fyrstu bók fyrir 65 en samt að hún ákveðna fyrsta ljóð áður. Hvað fælt svolítið þetta bók?
sína fyrirmyndir, eða var þetta meira að vera kannski sprottið upp úr íslensku veruleika frekar en innflutt? Sko, ég held að það hafi verið bæði sjálfsprottið og innflutt. Það sko, það sama var að gerast alls staðar. Ef við tökum beatskáldin í Bandaríkjunum, þá byrja þau að birta og birta sín manifest og gerast það gildandi upp úr 1960. Og þau eru þá í uppreisn gegn bandarískum módernistum sem þau fannst vera stagniruð, sem þau fannst vera orðin hefðarleg þá þegar. Og þau vildu beatskáldin með Ginsberg í fararbroddi og fleiri, þeir vildu skrifa fátækt fólk, þeir vildu skrifa alþýðuna, þeir vildu skrifa hráan texta og fara inn í uppreisnar andan þar sem hans var að leita, og þeir vildu skrifa kynlíf og þeir vildu skrifa vitundarvíkandi efni. Og þetta var sérstaklega þeirra stefnuskrá. Það var stundum talað hráaskólan og soðnaskólan í bandarískri ljóðagerð 7. áratugarins, svo þá í Claude Lévi-Strauss sem talaði mörgsýrningarna sem soðnamenningu, og það var sérst verið að tefla inn þessum mannfræði hugtökum til að lýsa ólíkum listrænum stefnum og ólíkum fagurfræðum. Nú þetta, mann fréttu náttúrulega af þessu, og mann fréttu líka af Liverpool skáldunum í Bretlandi og ljóðahraðlestinni sem fór Bretland og fleira sem var eins og þetta væri alltaf gerast á sama tíma. Og ég man ekki, ég las það einhvers staðar að það hefði borist frá Þýskalandi ljóðatímarit með miklum uppreisnarljóðum, og það hefði verið handskrifað upp af því það var bara eitt inntak til. Og þetta var fyrir ljósritunarvél náttúrulega og skannan, svo sem þetta var handskrifað upp og gekk á milli manna og maður fór að spreyta sig rosalega, þýða þetta og spá og spekulera í hvað væri að gerast. Þetta er svona sambærilegt við þetta að menn tóku inspirasjónuna og vissu hvað var að gerast, þó að þeir hefði ekki einhvers konar pakkað hjá sér. Hann tókum með við þessu, og Dagur gerði það sannlega. Hans manifest gæti verið það sama og byggningana að þessu leyti, en hann var líka pólitískur og fylgdi hinu skorinvarða pólitíska ljóði sem að Hannes Sigfússon hafði boðað í 1958 á fundi með byltingsmönnum. Hefur kannski að byrja alltaf að lesa fyrir okkur eftir Dag og Nínu? Vikublað. Flott, ræfla, frelsi, fosfór, lýst. Prinsessur, pellmellur, fjátur, tátur, óperuball og atómsprengjur. Burgeisavillur, bjúi, módel, bankarán og smygl. Trúarpostular, tunglfylling, tertur og stertir, eldflaugar og ástaverslun. Marskálkar og marseringar, morðingjar með orður, nautaat við neonljós, neytendur eiturlyfja, trundur og trúðar, kokteilpartí, kongapakk, kraftaverk og gula hættan, örlög, sál og innra líf, úniform í röðum, kvikmyndaleikarar, kunnir. Fasistafóringjar, fótboltahetjur, múffumafía, morðkunn, sunnan, hjartveiki, hörkutól. Hvar var allt fólkið á meðan? Nína Björk,
úr bókinni Börnin í garðinum frá 1971. Fyrst orðin sem fjólur, fiðrildi, stjörnur, frostrósir umlykja þau mig, búa sér stað í brjósti mínu. Þau hlæja og gráta, óþolinmóð eru þau, þolinmóð, miskunnarlaus, samúðarfull, marglit eru þau og hafa margs konar lögun. Angist mín gefst þeim með ofsa, verður kyrr hjá þeim, hlátur minn gefst þeim með ofsa, umburðarlindur gefst hann þeim og glaður. Loks verða þau mín, ég þeirra, angist mín og hlátrar, fjólur, fiðrildi, stjörnur, frostrósir sem endalaust ætla að segja þér allt. Ofsókn 1. Illum grun hefur verið fleygt að fótum mér, eins og fuglshræi. Að þú sért með í þessum dansi, sem mig svo skelfir að ég get ekki lengur gefist á vald draumsins, sem áður hét mér hamingjudögum. Hvers vegna gat ég ekki vitað viðbrögð mannanna að þú sért? Nína var náttúrulega gaman að fá Nínu með í þetta sko. Það voru ekki margar konur í fyrsta hóli móternista sem komu fram eftir stríð. Nei, það var í sjötta segja það voru ekki margar konur það. Það var Arnfríður Jónatansdóttir og móderníska bók samt og hún var aldrei talin með strákonu beinlínis. En þetta var svona líka í Bretlandi. Það var í Liverpool-skáldunum, það voru konur, þegar þeir voru að lesa upp, þá voru konur þar bara sem annarkvort sem eiginkonur eða sem góðfýður. Og það var svona ein kona sem yfirleitt ein í hverjum skáldahópi en helst ekki fleiri. Og þetta er svolítið sláandi og það er svolítið sláandi þegar maður horfir á Ingibjörgu Haraldsdóttur sem var svona skáldaspíra og ung skáld í Landsskóla og byrjuði að frettsegna þessa braut. Svo fer hún út til Moskvu strax eftir stúdentspróf, 62 minni. Og já, 62 og þá var eiginlega bara ein kona framkomin í þessum móternista bóku. Það var Vilborg Dagbjörnsdóttir sem gaf út sína bók Páskalyfjur 60 og engin annar. Og þegar hún kemur svo heim aftur, Vilborg, eftir 12 ára útivist í Rússlandi og Ingibjörg menni ég, eftir 12 ára útivist í Rússlandi og Sveitum, þá voru Nína Björk, þá voru komnar fram margar aðra, Þuríður, Nína Björk og Steinunn Sigurðar og fleiri, 74. Þá sem sagt, þá er bara komin, þá eru konundar komnar inn, þegar byrja að koma inn í 65-70. Og þannig að það verða mikil umskipti þarna í samsetningu hópsins. En hann var ólíkur innbyrðis, þetta voru pólitískt þekkjandi og herska og skáld eins og Dagur, eins og kom fram í ljóðinu hans og Ari Jósefsson alltaf vildi virkja ljóðið í þágu pólitískrar baráttu og róttækrar hugsunar og breytinga. Og það vildi Dagur líka, en Dagur og Jónas Svavar voru mjög mikið að brjóta upp formið
og sömu ljóðum Jóns Svavars eru algjörlega heillandi og þau eru svo mörg þessari nonsens. Þau taka eiginleika tungumálsins og spinna og tvinna og kasta upp í lofti. Þau eru mjög flottur skáldskapur. Hann orti að vera ekki mikilvægt skáld en Jónas Svavar en þeim eftirminnilega. Og það það sem að gerast nýtt í ljóðunum. Það að það er miklu róttækari og röðfari nálgun að ljóðinu hjá þessari kynslóð heldur hjá aldurskáldum. Og ég nú sagt það og litlari vinseldir stundum að mér finnst þess svo að aldurskáldin þau tóku á sig alveg rosalega skell þegar þau komu fram. Þau voru, og þeim var úthúð og það lá við að þau væru landráðamenn fyrir það að vera að eyðileggja það sem þjóðin átti dýrmætast sem var brageygað. Einhver spurði nú hvaða líffæri það væri, þetta brageygað og hvar það væri staðsett á höfðinu. En sem sagt brageygað þau rústa því og hefðinni og þjóðerninu og þeir voru ótrúir synir og vondir við föður sína og gott þau voru þetta kventungur, bara stelpur. Ég meina, það var ekki endur á hvað þau fengu að heyra og þau voru mjög brenndir af þessu margir og skilgreindu sig sem ofsókna og sem uppreisnarmenn að eilífu. Og það var ekki auðvelt fyrir næstu kynslóð að koma inn í þetta andslag. Gegn hverju áttu þeir að lýsa þau? Gegn uppreisnarhetjunum. Það var ekki auðvelt hlutskipti. Svo að þeir voru svona eins og rebels without a cause. Það var allast þessi dæmi afstöðu en þeir var þeim gert það óvart. Þannig að það þurfti ansi sterk bein og mikla árásargirni til þess að ráðast fram og segja hér erum við tökum við að ykkur. Og það gerðu þeir þessir en á mörgu leyti þá var þetta þessi kynslóð sem tók við þarna í þessari deglu á milli stóru formanna brann að mörgu leyti upp í lofunni sem þau kveiktu. Þetta var ekki auðvelt. Þetta já, að hluta til að segja kemur þessi svona næstum brutalega nálgun við bæði formið og tungumálið jafnvel frásögnina. Þetta að hluta til hliðstætt við það sem gerist í náttúrulega myndlistin. Það ekki ákveðna svona uppreist gegn fagfræði næstum því. Þegar Magnús Pálsson til dæmis sýnir þetta verk sem hérna verknum. Þetta unnið í gamaldags ljósritunarvél, ammóníakljósritunarvél. Og hann sýndi þetta 1965, sýningu sinni Salnum á Freyjugötu og var það með ljósritunarvélina inn í rýminu og rúllur af þessu og þræddi í gegnum vélina þannig að það var sem eins og þetta verið að koma út. Og svo seldi hann þetta í metravís. Það var kannski bara keypt eða heila rúllu sko. Og í þessu felst svona mikil vanvirðing við listhugtækið eins og næsta kynslóð á undan hafði skítamið sér það, ef svo má segja, að listaverk eigi að vera vel frá gengi í ramma, svona ákveðin hlut, eining, upphafið á þessu leyti, formrænt, fullkomið og svona framvegis. Svo kemur Magnús og fer að selja bara myndlist í metravís. Og sunnleit þetta líka í bókmenntunum, svona þessi hráslagalega ruddaraunsæi, eins og hjá Steinari Sigurjónsinni, hjá Guðbergi og hjá Ástu stundum. Og líka má kannski segja svona hart raunsæi hjá Svövu
stórt. Já, mjög svo. Og það sko, þetta sem ég segja að þessari kynslóð fannst að þeir ættu að taka afstöðu. Það var mikið reiði yfir stríðinu og kalda stríðinu svo aftur, mikið frústrasjón, erfitt að finna stöðu sína og svo framvegis. Þannig að menn vildu taka til máls, vera skoðunarnir, vera róttækir, breyta samfélaginu, en hvernig? Vegna þess að til dæmis tungumálið var orðið svo máttlaust, svo sljótt vopn. Menn voru mjög mörgum rithöfundum fannst að tungumálið talaði sjálfur fyrir þá þeir gætu ekki sagt það sem þeir vildu segja í raunsæksforminu, í tungumálinu, í klísjum og frösum. Og það er það sem klísjum og frösum sem bara tala sig sjálf. Og það er þetta sem að Svava gerir í sínum sögum þegar hún byrjar að fjalla þetta tóma tungumál og þetta sjálfvirka tungumál og taka klísjur og breyta klísjunum í veruleika eins og gefið hvort öðru handleikar í brúðkaupinu. Og svo kemur brúðurinn og heggur að sér höndina og aðra vandamálið hvernig að koma skrattanum yfir til brúðkaups og heldur náttúrulega brúðarendinu. Og hvernig á bara rétta hendi, afhagna hendi, en maður bara með stúf. Svo þetta verður náttúrulega úrlausnarefni. Gefið hvort öðru hendirnar. Og að fórna sér, ég alltaf að fórna við fyrir börnin. Hverju fórnar sá sem fórnar sér? Að fórna alltaf tilfinningu sinn og vitsmunum, heilanum og hjartanum. Og það er þegar það. Svo leiðis að það er bara, svona, þetta gerir. Þetta er í söguhandabörnins, svona skrifan þar. Og sagan birtist í jólablaði Morgunblaðsins. Og svo var allt brjála lofuð allar línur vegna sem að feðurnir tóku börnin inn í stofu og lásu fyrir þau í sögur meðan mamma var að elda steikin. Kom ekki vel út. En þetta er sem sagt, þetta er náttúrulega konkretísera að breyta tungumálinu í þessu sjálfvirka rúllandi, þessari rúllandi í að stoppa hana og gefa frá sér ákvæmstum og nota til þess það möguleika sem þessari absolutt aðferðir byggðir. Að fá hjálpa til að lesa af leiðandanum. Getið þið ekki hjálpað mér? Hún var að hengja upp myndir, hélt níðþungu málverki upp við vegg með báðum höndum og var að slegast. Ekkert svar. Leigjandinn hreyfði sig ekki frá glugganum. Hún yrði að kalla sig hása til þess að hann kæmi, en einmitt þegar hún ætlaði að fara að kalla á ný, barst henni til eyrna ójafn gangur Péturs. Getur ekki flýttir? Það er hægara sagt en gert, svaraði Pétur leið og hann kom inn. Hann hafði ekki einu sinni ræn á að bretta upp skálminni og hællinn festist í sífellt í henni þegar hann steig styttri fætinum niður. Hann varð að ganga fram með gát til þess að hann dytti ekki. Hún leit á hann óþolinmóð. Ég skal stytta skálmina fyrir þig á eftir, en styttu við þessa mynd fyrir mig. Og Pétur flutti myndina ögn til hægri og ögn til vinstri, svolítið ofar og svolítið neðar, þangað til hún hafði fundið henni nákvæmlega rétta hæð. Hún bað Pétur bíða með myndina í þessari stellingu meðan hún næði í blýant til að merkja fyrir naglanum. Hún brýndi fyrir honum að hreyfa sig ekki
og gramdist þessi óþægindi sem hún var farin að hafa af þeim báðum, Pétri og leigjandanum, og það ofan af öll verkin sem hún þurfti að ljúka. Hún gerði grindarlega leit að blýanti meðan þungi myndarinnar og áhyggjur af Pétri hvíldu á huga hennar, en Pétri tókst að halda myndinni réttri og hún sá að allt hvíldi þetta líka þungt á honum. Hann skildi þetta ekki, en það var afsökun í augum hans, blandin löngun til að milda og hughrista konu sína, þegar hann sagði að kannski ætti hann að sækja örorkustyrk. Í rauninni hefði hann átt að fá hann fyrir löngu, hann hefði alltaf slæmur í fótunum verið. En hún hefði ekki tíma til að hlusta. Hún var að búa sig undir lífið eftir jól. En þegar hún geystist næst fram hjá stofuglugganum, stansaði hún snögglega. Hún hafði komið auga á manninn. Það var engu líkara en hann blasti alltaf við augum, jafnvel þótt maður væri alls ekki að horfa á hann. Og í þetta sinn stóð hann og horfði heim að húsinu. Hún faldi sig í snatri bak við gluggatjaldið. Pétur, skyldi hann vera að koma? Nei, svaraði Pétur rólega, ég held það sé ekki hægt á því. Nú? Já, ég gaf svona í skyn að við gætum ekki boðið honum inn eða gert neitt fyrir hann þó við fegin vildum. Nú? Ég sagði að við værum ekki alveg sjálfsokkar ráðandi. Hún hrökk við. Ég sagði þetta bara til að afstýra vandræðum. Eru það peningarnir sem þú ert að hugsa? Peningarnir og peningarnir, maður getur náttúrulega kallað það hvað sem maður vill, en ég met samt meira vinarhuginn á bak við lánið. Það er óþarf að spilla vináttu okkar við leigjandann úr því hann tortryggir auðsjáanlega manninn. En orð Péturs höfðu komið við kviku. Henni hafði verið lýst sem ófrjálsri. Og nú var það blygðun sem varnaði henni að koma fram undan gluggatjaldinu og horfast í augu við manninn í fjörunni. Undir reisulegu og frjálsmannlegu yfirborði leyndist þá enn minningin ófrelsi eins og kýli. Og nú þegar hafði verið stungið á því streymdi eitur niðurlægingarinnar æðar. Fortíðin hafði grafið sig, var að éta sig inn í hörund og gleypa allt sem áunnist hafði. Hún studdist við vegginn, en þegar hún fann svalan í nákominni snertingunni við steinin, reis fram í hugan önnur minning, nýrri. Hún gat veitt viðnám. Hún átti styrk sem engin fortíð gat unnið á. Hverju skipti það hvað þessi maður hélt eða hvað honum var sagt? Ómerkilegu manni í fjörum. Henni nægði að vita að hún var frjáls. Og það var rétt hjá þeim Pétri og leigjandanum að eiga ekkert á hættu. Betra að búa einn að vitneskjunni frelsi sitt og halda því, en beita því gagnvart öðrum upp á vonu og óvonu. Hvaða erindi skyldi maðurinn svo sem eiga hingað inn? Varla meira erindi en hann átti áður en þau fluttu. Þannig hlóð hún fortölum yfir frelsiskennd sína til þess að varðveita hana og viss hana því að eilífu óhulta sem í steinlagðri gröf. Það er náttúrulega pólitísk allegóría. Þetta var, þegar þessi bók kemur út, þá er þetta alveg ný tegund af bókmenntum. Já, hún var náttúrulega búin að eiga sér sína forverar sem þetta var búið til hlut að henni bæði Svölu sjálfri og hjá öðrum, en einhverju sagði nú að nýjungar í bókmenntum væru yfirleitt aldrei nýjungar, heldur væri það bara að það væri tekið þess að lægi í tímann með
væru nýjungar, það væru þeir sem skoðum fram á. Þessi bók var vissulega tíðindi á íslenska bókamarkaðnum vegna þess að Svava gengur þarna alla leið sem hann hafði áður byrjað á í smásögu sínum og ádeilur hennar á þess efnishyggju þessa tímabils kom út í því að konan rennur saman við húsið sitt. Hún styður höndum á veggina og finnur hvernig æðarnar opnast út í veggina og hendurnar steinbrenna í lokin. Hún sko húsið og líkamennar verða eitt í framleggingu hvert á öðru og þetta er náttúrulega að nota sterk meðul til að koma boðskapi framleggingu. Og það sama gerði Guðbergur í 1965 með þetta magíska ár þar sem að allt gerist. Það koma þarna út á 3 árum helstu umbrotaverk í bókmenntaskapnum í prósanum. Íslandi Grjótverk og Dagvísa Jakobínu Sigurðardóttur og Tómas Jónsson Metsölubók og Fljótt sagði fuglingin 68. Þetta kemur svona, þetta fereyri í íslenskum módernisma, Svava og Jakobína, Tón og Guðbergur koma öll þarna fram að 3 árum með þessi umbrotaverk. En eins og við erum búin að fara þá aðdragandinn að það eru svona sprungur í vegginn og ef eru sprungur í vegg þá er þetta stinga dínamít í túlum þar inn. En fyrst þurfa sprungurnar að verða til áður en veggur. Já, þetta er að sumuleyti kannski hliðstætt við það sem að gerðist þetta með í myndlistinni að það eru þessir svona ólgutímar að sjá svona einhverja angarnir og er lýst í viðtölunum myndlistamennina. En síðan gerist það að þessir ígungu myndlistamenn fara að finna sér kannski fastari farveg og í myndlistinni er einn anginn af því, ekki sá einn anginn af því er að Zoom verður til loka áratugarins 69 og þá er gengið til verks mjög agað og það hefur kannski ekki verið upplifun þeirra sem að sá þetta fyrstu Zoom-sýningar að það væri mikil ægi eða mikil högum á ferðinni þar en það var þá, maður sér það að maður skoðar til að við sér það í glerborðið sem er á sýningunni hinum megin að þessar fyrstu Zoom-sýningar þá voru prentuð plakkmynd, þá voru gerðar út sýningarskrár. Það var allt mjög skipulagt. Það var búið styrstamanna. Styrstarmenn fengu sérstaklega miða. Það mann og enginn lengur hvaða réttindi það átt að veita. Ég var að spurja þau út í þetta gamla súmara, það var enginn einhver hugmynd hefur verið það að reyna að ná í kuna. Og þetta gerist í bókmenntunum og í rauninni aðeins við að það er ákveðnir höfundar. Hún nefnir þarna þau 4 sem að skipta eiginlega svona gír. Það fer að vera mikið meiri alvara í þessu, meira professionalitet. Og auðvitað er það náttúrulega það sem að verður til þess að þetta bók er núna hefur þann status í bókmenntasögunni sem það hefur og kannski svipað með svona listamannanum sem að skiptu þarna gír, listamannanum skiptu þarna gír. Það er meira eins og sé fálmandi í þetta tilrauntímabil er meira eins og fálmandi eða leikandi og það flæðir meira saman það sko þetta er þess ef sé Stein og Sterkalíti sem ég byrjaði að tala þá er skáldin hér og málararnir eru þar og skáldin tala við málararna en í næsta tímabil á eftir þá eru skáldin gjarnan málarar og málarar með skáld það
það flæði meira saman líf og list, flæði meira saman þannig að Ásta til dæmis var myndlistarmaður, Dagur var myndlistarmaður, margir myndlistarmenn skrifuðu líka smáteksta og ljóð og unnu með texta í myndlistinni, eins og Dieter Roth í sinni myndlist sem að vinna með bókina sem hlut og fleira, þannig að það flæðir saman texti og myndlist í meiri svona tilrauna formun, í meiri samtali heldur en áður það sem allt væri á sínum stað. Og þannig að þessi deigla og ég ætla að vona að enginn hérna inni sé hingað kom til að hlusta á mig tala pólitík, eins og pólitík tímabilsins sem var í auglýsingunni, Anna Kristjánsdóttir ræðir pólitík tímabilsins. En hins vegar var ég einu sinni á málþingi þar sem var verið að ræða eftirstríðssaga í bókmenntum og listum og yfir höfuð. Og þá var stjórnmálafræðingur sem talaði þar og sagði að þetta tímabil, 1945 til 70, hefði verið algjör ísöld í íslenskum stjórnmálum. Þetta var kalda stríðið, allt læst í einhverjum klíkuskap, framsóknarmenn réðu í allar stöðna, ég segi það ekki. En sem sagt, það var bara viðreisnarstjórn, það var bara ísöld í íslenskum bókmenntum. Í íslensku pólitík. Og þá hugsaði ég að þetta væri í raun og veru magnast þegar maður hugsaði það, að þetta var ofboðslega frjór tími í íslenskri menningu. Vegna þetta tími þegar landið opnast, austur og vestur mætast hérna, áhrif alls staðar að, tilraun, leit, uppbrot, mjög frjór tími. Og þannig að það mér finnst bara furðulegt að það verið fyrst eftir. Já, það var svo sem oft kallað þetta tímabil En þessi sérsýn, já, að skoða í rauninni þessa ákveðnu sneið og þess vegna var hann að spyrja því. Við horfum aftur til þessa tíma. Við getum sagt að þarna úr 1965 Thor og Guðberg Sögur og fleiri og sérstaklega 70 þá kemur þessi kynslóð svona fullmótuð skáld nokkuð skýrastefnu og fara að skrifa sín höfuðverk, sem maður segir. Og það er það sem gerist líka í myndlistinni að þessi leikskúlki verður eftir Magnús Pálsson, trúið því. Þetta ávaxtakörfuverk þarna er eftir Sigurð Guðmundsson. Þetta er ansið ólíkt því sem að við hugsum þessar listamenn. Já, við erum alltaf að hugsa þeirra fullmótuðu frásögurverk. En er það þá eitthvað frá þessum tíma í bókmenntunum sem við söknum? Sem að hvarf, sem að hefði verið gaman að sjá þróast meira fram. Kannski þú að tala um Jónas Svavar og hans tök á tungumálunum. Þetta er einhvern sem að næstum hvarflega var að minnst mjög neðanjarðar í íslenskum bókmenntum lengi þar til bara kannski allra síðust á. Vistu við eitthvað? Kannski, já, ég held að sé ýmislegt í þessu tímabili sem megi taka fram aftur og lyfta upp aftur og skoða betur í núna þegar við erum komin í ákveðna fjarlægð frá því. Það hefur verið gert. Það til þess til dæmis nýútkomnar 3 bækur, 4 faktiskt Gylfa og Megas og Dag og Röskvu. Þannig að þessar bækur Dag og Röskvu til dæmis eru hérna og allar þessar 4 eru ákveðlega
áhugaverðar og eru allar að skoða þetta tímabil. Svoleiðis að það verið að gera þetta. Við getum vel bætt við Jónasi Svavar og fleiri Ljóðasafnið hans sem komið út sömu aðilum og gaf út þessar 4 bækur. Já. Starfið áfram. Já. En við langar til ef þið hafa einhver spurningar eða einhver athugasemdir eða eitthvað sem við viljum bæta við eða til að fyrir við myndina eða eitthvað sem ykkur finnst alveg þörflega vitlaust. En viljið þá segja það? Einhver vonum að það sé að rigna yfir Gistingi sem hóta yfir vonleysi í pólitík. Sjálf herkins. Pólitísk spurning. Já, þetta spurning en já, mér finnst ég sjá svona ákveðna í opnum eða kannski líka umhverfum á þessi yngri listamönnum sem að var líka einkenni á þessu tímabili sem það gerst til að sjáðu þér eru myndlistarmenn að prófa sig við alveg Magnús Pálsson sem að var hún að hafi komið út úr námi í leikhúsi og var að reyna að vinna sig inn í myndlistina meira að hann finnst ekki það því að prófa að gera meðan að mótinlistarnir kynslóð undan það var eitthvað málari eða það sé svona Já, ég held að ég finnst við lifa á mjög spennandi tíma og þessi pluralismi sem að ég var að nefna þegar ein stefna er ríkjandi og þú bara fylgir henni ef þú vilt vera inn en fylgir henni ekki þá ertu átt að þetta er liðin tími sem betur fer. Þannig að það finnst mér mjög jákvætt. Þetta er kannski orðið eins núna eins og það var á þessum tíma eins og við sáum á þessi myndasýning sem gengur þarna í Endasalarins fyrir annars vegar myndir af útisýningu á Skólavörðuholti 1970 og hins vegar af fyrstu stóru samsýningun í Zoom 1969 og það sem er mest sláandi kannski við þessar sýningar er að það ægir öllu saman. Það er alveg hefðbundin skúlptúr, ljósmynd af mannlókuna og svo módernískverk og síðan topplist og svo svona skrítinverk eins og vörðubrotið eftir Kristján Guðmundsson sem að búið til úr brauðum sem hittuði sig mikið fjarlæg. Þannig að það var ekkert allir að sýna þetta allt saman og við sjá þetta líka núna í kringum skoða. Það er ekki, það er þessi opnum, það eru sýnt málverk í Líflistasafninu og þetta er bara allt í lagi að þetta er ekki þessi, já. Sætlaður mann og sögum. Svoleiðis að það er sett þetta fyrir ennþá yfirst. Já, Guðbergur segir, Freyr, þegar ég hlusta á menntaðar orðræður, lista og menntamanna þjóðar minnar, stéttanna, finnst mér eins og ég heyri hástemt karlagropp geldinga í kvennabúri sem þeir þó gæta af einstakri alúð og svikalaust. Freyr, er þess vegna einhver furða þótt í list þeirra og menningu birtist beld karlmennska? Freyr, og neytendahóparnir stappa í geldinga sína stálinu svo að þeir stífni og verði stafnir. En ætli þeim vildi af að fá eitthvað frá þér í limina, þótt ekki væri það annað en þvagið úr þér, Freyr.